Sælt eru fólkið og velkomin með okkur í Glettur. Nú eins og þið sjáum þá var ég hér að dunda við að klippa þáttinn sem fer í loftið í kvöld. Nú við ætlum að koma víða við á Eskifirði, kynnast þar ungum tónlistarmönnum. Við förum líka í Brúarásskóla til að kynnast þar ungu fólki sem lætur sig ekki muna að snara upp heilum söngleik. En við hefjum leikinn á Egilsstöðum. Þar var verið að vígja nýtt hjúkrunarheimili helgina. Heimili sem að raunar hefur verið beðið eftir í mörg ár, en það tók ekki langan tíma að rífa þessa höll upp úr jörðinni þegar að loksins var hafist handa. Nú, héraðsmenn höfðu ástæðu til þess að gleðjast. Þetta var og glæsilegt hús og Gunnar Gunnarsson var á staðnum. Nú, ég bara í orðsins fyllstu merkingu hrærður. Ég ofsalega ánægður með þetta fallega hús og kannski líka þegar mikið haft fyrir hlutunum, þá kannski gleðin meiri þegar árangur næst. Og ég held að þetta ekki bara gleði í mínu hjarta, heldur þetta gleði í þessu samfélagi. Ég búinn að greina það mjög ákveði hér í dag. Maður finnur fyrsta lagi hvaða mættu margir á vígsluathöfninu og hvað fólk jákvætt og mér finnst bara hamingjusamt og bjartsýnt með að þetta skuli vera hægt að koma þessu svona upp og allum líst vel á þessa framkvæmd. Og mér finnst allt í lagi að segja það hér að hönnuðurnir frá Hornsteinum, þeir höfðu sérstakt orð á því hvað þeir væru ánægðir með handbragðið, allt handbragð hér innanhús og lofuðu mjög iðnaðarmennina sem að þessu hefðu komið og þetta finnst mér að þeir megi eyra á þessari stundu. Glæsilegt, vel byggt, skemmtileg hönnun og frágangur allur til fyrirmyndar, þannig að þetta ágætis vitnisburður bara íslenska fagmennsku, frábært. Þetta annað hjúkrunarheimili sem opnað á Austurlandi á stuttum tíma. Hvað að gerast í þessum málum á landsvísu? Við erum að vinna núna á grundvelli leiguleigðar svokallaðra sem var ákveðin 2009, undirbúin 2008. Við sjáum svona fyrir endan á henni og erum þá þar að leiðandi að byrja að undirbúa okkur undir það að gera framkvæmdaáætlun til lengri tíma og horfa svona til alls landsins í því. Þetta hefur náttúrulega gríðarlega mikla þýðingu fyrir hjúkrunarþjónustuna. Við erum með hjúkrunardeild hérna á Egilsstöðum með 23 rýmum og 4 sjúkrarýmum. En með tilkomu þessa byggingar þá mun hjúkrunarrýmum verða fjölgað 7, þar að segja í 30, auk þessara 4 sjúkrarúma sem við höfum. Þannig að þetta gjörbreytir allri aðstöðu, bæði fyrir vistmenn eða íbúa sem og starfsfólk. Þörfin búin að vera árum saman mjög brýn. HSA hefur rekið hjúkrunarheimili hér mörg undanfarin ár og áratugi og það með ólíkindum hvað það hefur þó gengið vel við það húsnæði sem þeir búa við í dag. En það ekki ásættanlegt að okkar elstu borgarar sem eru búin að leggja allt sitt til samfélagsins með sínu ævistarfi að þeir þurfi, ég segi það, kúldrast saman alltaf 4 í einu og sama herberginu. Hitt svona mál, þessi kynslóð hún afar nægjusum og kvartar yfirleitt ekki. Ég ekkert viss að við verðum jafn ánægð þegar okkar tími komin hér inn. Nú fara allir í sérbíli og herbergin mjög rúm öll með baðherbergi. Hér á gömlu deildinni þá hafa verið alltaf 3 í hverju herbergi og aðstæður þröngar og erfiðar. Auk þess sem að deildin inn í heilbrigðisstofnuninni, þannig að hún opin nánast í alla enda og erfitt ef að að ræða heilabila fólk að engin möguleiki var að loka þeirri deild, sko. En þetta bara gjörbylting. Það má gera ráð fyrir óbreyttri þjónustu og óbreyttri fólksfjöldaþróun að þá verði þörf fyrir svona það bil 500 ný rými á árinu 2020. Mesta þörfin í fjölda núna á höfuðborgarsvæðinu, svo erum við að horfa á hluta Suðurlands og síðan á Norðausturlandi. Þannig að þetta verkefni sem við erum að vinna en þurfum jafnlega að skoða líka mögulega breytingu og styrkingu í raun á þjónustu við fólk í heimahúsum og horfa til þess að styrkja hana til muna fremur heldur en að leggja höfuðáhersluna eingöngu á stofnanrými.
Þetta eru sem sagt 4 deildir, 10 rúm á hverri deild og ein deildin, 10 rúm, verið hugsuð fyrir sem sagt rekstur HSA. Við erum með í dag 4 sjúkrarými sem við stefnum að reyna að nýta og hafa svo dagvistunarými þar sem við getum boðið upp á endurhæfingu og hvíld yfir daginn. Þannig að sem vonandi kannski eykst, en í framtíðin þetta hugsað, þetta sem hjúkrunarrými einnig. Þannig að þessi samningur okkar við sveitafélagið þessi 10 rými hugsaður til 10 ára og kannski eins og Björn kom inn á áðan, bæjarstjóri, þarf sveitafélagið á þessum rýmum að halda sem hjúkrunarrýmum fyrr því þörfin mikil. Sko hann nú langur og strangur aðdragandinn og mikið búið að fara margar ferðir suður til Reykjavíkur og reyna að ná fram samningum þessa byggingu. Það hafa margir að því komið, bæði pólitískir fulltrúar og starfsmenn HSA og mætti svo lengi telja. En það ekki fyrr en 2013 að það undirritaður samningur. Og þá gengur sá samningur út af það að sveitafélagið í raun og veru byggir fyrir ríkið. Og ríkið tryggir síðan greiðslur þegar að húsið tekið í notkun og greiðir upp sinn hlut af kostnaðinum sem 85% af byggingarkostnaði á 20 árum. Ég held að sé bara eins hér eins og annars staðar á landinu. Hlutfall aldraðra að hækka í samfélaginu eða í þjóðfélaginu og fólk nú yfirleitt að dvelja lengur heima með heimahjúkrun en það hefur gert. En þar sem öldruðum að fjölga þá vaxandi þörf og þetta mun fyllast fljótt. Það var vélaverkstæði Hjalta Einarssonar sem var aðalverktaki við bygginguna en meðal undirverktaka þeirra voru Rafteymi, Ágúst Bógason og Grásteinn. Heildarkostnaður við bygginguna 1,5 milljarður króna og það Fljótsdalshérað sem kostar bygginguna að fengnum leigusamningi við ríkið til 40 ára. Við vígsluna bárust heimilinu margar góðar gjafir, meðal annars sjúkralifta frá Alcoa Fjarðaráli og félagar í Lægjansklúknum á Héraði færðu heimilinu Flatskjái. Kvenfélagið Bláklukkur á Fljótsdalshéraði færði heimilinu einnig 1 milljón króna að gjöf. Endar til hugmyndasamkeppni nafn á heimilið. Fjölmargar tillögur bárust og það var kosið hvaða tillaga væri nú best. En þarna náðum við geysilega lýðræðislegri kosningu þetta, af því að það nú til siðs núna að tala dálítið lýðræði, ekki síst á Alþingi. Niðurstaða náðist. Niðurstaðan svo að þetta hús skuli heita Dyngja. Hvernig líst þér á nýja hjúkrunarheimilið? Mjög vel á. Já, það mikið munur að fá hérna hjúkrunarheimili. Já. Ertu búinn að skoða það allt? Já, ég búinn að fara nú alls stað. Já. Og fylgdistu mikið með byggingunni á byggingatímanu? Já, ég fylgdi svo lítið með, það var svo lítið spennt. Já, við erum búin að bíða svo lengi eftir því hérna Egilsstöðum. Það mikið öryggi fyrir fólk sem þarf á því að halda. Já, mér finnst það sko. Já, þetta mjög mikið breyting. Ég held að allir bíði eftir því með eftirvæntingum. Hvernig líst þér á nýja hjúkrunarheimilið? Mjög vel, en ómikið að skörpum hornum og pinnarnir í handriðunum of stuttir. Mér ekki fingundar í þegar maður ganga með handriðunum. Þannig að þú hefði svona viljað snirta þetta aðeins til? Já, ég vil hafa þetta betra, en húsið mjög vandað og allt mjög vel frá gengið. Ertu búinn að skoða allt? Já, ég er búinn að gera það 3 sinnum. Ég er búinn að fara hérna á byggingatímanum og fylgst alveg með. Veit alltaf þetta. Þú er búinn að fylgjast vel með byggingunni? Já, alveg upphafi. Við höfum þvælst í ljónagrifjum svolítið, en sko einhver sagði að vandamál eru til þess að leysa þau og það hefur verið gaman og ég segi nú bara þroskandi að takast á þetta. Þetta verður oft á tíðum verið býsna flókið og ýmis vandamál komið upp, en við stöndum hér í dag og í þessu
glæsilegu umhverfi, glæsilegu mannvirki vegna þess að okkur hefur tekist við hjálp góðra manna og öllum vígstöðum að leysa öll vandamál. Og sko það gleymist í hvelli. Aðalatriði að árangurinn góður. Nákvæmlega rétt magn af hlutverkum, nóg hlutverk. Nú næst bregðum við okkur yfir á Jökuldal í Brúarásskóla. Sennilega stendur nú skólinn reyndar í landi hlíðarinnar en það skiptir ekki meginmáli. Skólan sækja krakkar af Jökuldalum úr hlíðinni og tungunni og jafnvel frá Egilsstöðum. Þetta vinsæll skóli og þar mannast krakkarnir bæði við nám og skemmtilegheit, til dæmis við að móta söngleik. Nú Ingunn Snædal hefur undanfarið 7 ár samið nýja söngleiki til að láta krakkana glíma við á vordögum. Núna hún búin að semja söngleik sem heitir Jónsmessunótt og snillingurinn Jón Arngrímsson hefur samið alla músíkina, þjálfa krakkana í tónlistarflutningi og þarna koma allir krakkarnir í skólanum að verki. Nú Sigríður Lund heimsótti skólan og spjallaði við krakkana og fangaði stemninguna á Jónsmessunótt. Það erfiðast að fá ykkur að sem manni finnst vera frumlega hugmynd. Það eru nú mismunandi frumlegar, svo sest maður bara niður og byrjar að skrifa eitthvað út í loftið og reyna að vera pínu fyndinn og svo er þetta svolítið mál sko að það þarf að vera nákvæmlega rétt magn af hlutverkum, nóg hlutverk og þau þurfa líka að vera jafn stór sko, ég þarf alltaf að hafa í huga sko hvað mörg lítil og svo náttúrulega líka alltaf, ég þarf líka alltaf að hafa í huga sko að þau séu með jafn margar línur því að það alveg talið sko. Okkur ef ég er með 4 ef hann bara með 7. Þannig að maður þarf svona að skipta þessu líka jafnt og passa allir sér ánægðir. Hvað er cirka lengi að semja eitt svona söngleik? Ég svona eina helgi. Já. Segðu okkur frá þessum sem að fara að sýna núna. Já, þetta heitir Jónsmessa og þetta bara í raun og veru Jónsmessa. Það fyrir hann Jón hérna sem tónlistarskólastjóri hjá okkur. Hann semur alla tónlistina í þessari sýningu. Við höfum verið með alls konar lög, stundum höfum við verið með ABBA-lög eða bara einhver lög en núna erum við með bara tónlist eftir Jón. Hann átti afmæli daginn nefnilega og annars þetta mjög stolið frá Shakespeare og íslenskum þjóðsögum og öllum áttum bara. Við Ingunn eigum svona yfirleitt hugmyndirnar að sviðsmyndinni í sameiningu, svona nöldrum dálítið hvort í öðru og breytum og bætum en hérna svo jú, ég á náttúrulega mest að hluta hann í vinnunni kannski en svona þarf að segja að koma þessu upp en svo náttúrulega Agneska, hérna myndakennarinn, hún sér yfirleitt svona mest að hluta málningu og svoleiðis dóti. Þetta alltaf jafn gaman á hverju ári? Já, þetta aldrei eins. Og þess vegna það kannski skemmtilegt. Við höfum sloppið alveg við það, sko. Ég búinn að vera, þetta ég held að sé 13. eða 14. sýningi sem ég sitt upp hérna, sem sagt, áður en að Ingunn byrjaði að skrifa þá skrifuðu við bræður ég og Ásgrímur Ingi nokkur leikrit hérna, eða nokkra söngleiki fyrir þennan skóla og hérna leikstjórnum því ýmist saman eða Ásgrímur sáu það og þetta hefur aldrei verið eins, það er mjög margir vinklar sem búið að taka á þetta en fyrst og fremst skiptir þetta máli að þetta mjög mikið þjálfun fyrir krakkana í alls konar félagsvinnu, þar að segja þau þurfa að vinna saman í hópum og þau læra hvað er á bakvið að sitja svona upp. Já, það ekkert hugsað okkur, bara afköst og afköst. Einmitt, heimta alltaf fleiri og fleiri lítra. Ég hreinlega að vera kynfiska svona hérna á þessu álagi. Og svo þetta náttúrulega kannski að mörguleyti svolítið svipað og þessar opnu vikur sem hafa verið í framhaldsskólanum nema hérna erum við að undirbúa árshátíð sem náttúrulega ekki bara þessi sýning þó hún sé stærsti hlutin af því. Ég er tröll. Þú ert tröll? Já. Og hvað, þetta stórt hlutverk?
Ég kem enda bara einu sinni inn á en þetta alveg svolítið stórt sko. Já, þetta nú ekki fyrsta sem þú tekur þátt í söngleik hérna í Brúarási? Nei, alls ekki. Hvað ertu búin að taka þátt í mörgum? Ég er búin að taka þátt 7 sinnum, eða. Demetrius og hann Ívan voru gengnir af göflunum. Hvað segir þið? Hvað áttu við? Þeir hlaupa skóginn og játa ástu sinni allar áttir. Þeir alveg gaga. Þeir báða kýrnar að trúla á sér. Kýrnar? Já, verðlauna mjólkurbeljunar á bænum. Hvernig geta menn verið afsprungnar kú? Hvað alltaf séu? Guðni Ágústsson. Ég leik Pjáturkattinn. Og hvað gerir hann? Ég er bara ég ger svo sem ekki sérstök, ég er bara úr Galdrahöllinni í Ósvog, það bara voru blönduð mörg leikrit saman eða eitthvað. Já, hann kíkir við á Jónsmessunótt, Galdrahöllinni í Ós. Já. Æðislegt. En hvað leikur þú? Ég leik Álfa Dís. Með kórónu og allt saman? Já. Og er þetta erfitt hlutverk? Nei, ekki svo. Er þetta bara gaman? Já. En hvað er þið? Maður er bara pínur hrættur. Selir. Við erum selir. Þið eru selir? Og hvað gera selir á Jónsmessunótt? Þeir hrópa bara á mömmu sína. Þeir hrópa bara á mömmu sína og er að reyna að tala við hana. Er þetta gaman að taka þátt í þessu? Já. Ég er búin að trekkja heima. Heyri þá hvernig lengur til. Það væri ósköp gott að gleyma og geta þannig fundið frið. Já, við erum 3. Þið eru 3? Er það svolítið flókið að leika 3? Nei, maður þarf bara að standa alveg mikið kyrr. Jáhá, enga línur? Jú, líka. Hvað segja 3 í svona söngleik? Aðalega bara slúður, sko. Já. Hei, 3 náttúrulega að sjá og heyra allt. Já. Góðan dag. Hafstu 2 dásamlega álfakroppa farin að framhjá. Álfa hvað? Álfakroppa, himneskar og engir fara verur sem lýsum heiminn með tilveru sinni. Nei, hvað eru þið að tala um? Hér voru 2 feitar kýrar fram í gegn. Frekar gæðaskulega, þau kunnu að tala. Hver hefur heyrt svaðist okkur? Hvað leikur þú? Ég leik skipsbrotmann. Og þarftu að syngja eitthvað við það? Nei, bara dansa. Þú dansar? Ertu klár dansari? Já, mamma mín var í dansafnum hjá fyrirlutanum hérna austan. Vá. Og hvað? Skemmtileg sýning? Já, hún er bara mjög skemmtileg. Fyrsta árstíðarsýningin sem maður fær að taka þátt í. Já, þú hefur ekki verið með áður? Nei, því að í gamla skólanum þá svo úlingarnir árstíðina. Þannig að nú eru allir með? Já. Er þetta ekki mikið mál? Þetta eru 38 leikarar, allir í skólanum. Jú, þetta er náttúrulega dálítið mikil vinna. Já. Þú veist, setja þetta upp og svona. Hvað leikið þið? Ég leik stelpu sem heitir Ísabella sem er ástfangin. Ástfangin? Já. Þarftu að kyssa einhvern í sýningunni? Nei. En þú? Ég leik álfadrottninguna. Ég sé það nú bara á kjólnum. Já. Trúir þú á álfa? Svona stundum en ekkert allt sem sagt er. Sælið er hann þig. Hvað er það? Ég er í miðju kafi að lesa hérna æsispennandi bók. Hvað get ég aðstoða okkur við, stúlkur mínar? Já, sko, það er þannig að strákarnir sem eru eiginlega skotnari og langar að giftast, það hefur eitthvað aðalegt komið fyrir þá. Og þau alast náttúrulega upp í þetta, þeir sem eru búin að vera hérna allan tíman, þau náttúrulega bara vaxa, fá alltaf smá saman stærri og stærri hlutverk og svo reynum við að láta alla syngja sem að treysta sér að syngja og vilja syngja og þeim finnst þetta skemmtilegt krökkunum. Þetta er svo gaman að leika fyrir fólk. Þetta þjálfar þau svo, þau eru svo miklu flottari heldur en að við vorum, eða ég var þegar ég var unglingur. Þau eru bara 10 ára gömul, þau eru sviðsvön, þau eru ófeimin, þau koma fram og syngja og tala og spila og þau blómstra og svo er það líka oft þannig að kannski einhverjir sem finnst hundleiðilegt að læra í bókum, þeir eiga sína bestu stundir hérna á sviðinu. Ég er nú einn af þessum tónlistarkennurum sem hefur kannski pínlítið aðra sýn á tónlistarkennslu heldur en þeir af gamla klassíkskólanum. Ég
Ég kann ekki neitt þannig að ég hef það miðmið fyrst og fremst að þeir sem að spila á hljóðfæri, þeir geti bjargað sér og geti spilað það sem að eiginlega þá langar til og hérna ég hef alltaf byggt mikið á samspili og það kemur sér náttúrulega vel hérna í þessu og við erum með af 38 krökkum í grunnskólanum, þá erum við með 34 í tónlistarskólanum, þannig að hlutfallið er mjög gott. Jón, hann gerir þetta allt saman. Hann er alveg snillingur, við myndum ekki gera neitt án hans. Hann fær hugmyndirnar og hérna hvernig sviðið ég að líta út og svo segir hann bara hvernig finnst þér þetta og ég segi bara já, mér finnst þetta flott. Þetta er náttúrulega ákveðið vinna en þau náttúrulega kunna líka dálítið vel að vinna sko. Þeir krakkar sem eru búin að taka þátt í þessari vinnu frá því í fyrsta bekk og eru kannski komin í 10. bekk að þau eru ekki að gera þetta í fyrsta skipti, þau vita út hvað þetta gengur og eins og í sambandi við tónlistina til dæmis að spila hlutan að þar eru menn náttúrulega í rauninni bara að nota þá kunnáttu sem eru búin að afla sig og svo bara að samhæfa hana með öðrum. John's messing up. John's messing up. Undarlega myndi gerast, svo feiknarlega skjótt. Furður foldinn berast, þessa einu nótt. John's messing up. Við erum hér við Kirkju- og menningarmiðstöðina á Eskifirði, þar sem er miðstöð tónlistarlífs á Austurlandi. Hér hafa helgina á annan tug austfirskra ungmenna verið á námskeið í hljóðupptöku. Við skulum líta inn og heyra og sjá hvernig við gengið helgina. Það sem ég er búin að vera að reyna að gera er svona grundvallaratriðin, þekkja svona mæka sem eru, eða hljóðnema sem eru notaðir fyrir sem sagt ýmis hljóðfæri og svona til að taka upp líka og klippingar og mixa þetta og hlusta á þetta aftur og aftur og aftur og bara þess vegna svona grundvallaratriðin bara svona til að geta bjargað sér allavega. Ég er að læra þetta að taka upp, upptökutækni, eins og heitir. Og hefur eitthvað verið viðurlóðandi upptökur áður? Ekkert að viti, bara tónstundar gaman eða þannig, ekkert alvöru. Það er bara búin að vera mjög fínt, mjög gaman sko, ekkert að því. Að hvert er búin að komast á námskeiðinu? Bara búin að komast að hvernig maður tekur þetta upp og hversu einfalt þetta getur verið, einfaldar en maður heldur. Mér leist bara mjög vel á þetta. Því að mér langar til að halda áfram í tónlist og kannski vera með spila mín eigin tónlist einhvern tímann og gott að læra þetta. Hvað hafið þið lært helst á þessum 2 dögum hérna á Eskifirði? Bara svona tæknina á bakvið þetta svona, já, og klippa og setja saman einhvern veginn brotin, já. Eru þið komin að grunn, þannig getið þið haldið áfram að fiffa þetta heima hjá okkur? Já, maður getur kannski núna meira átta sig á hvað er í gangi, aðeins. Bara svona þolinmæði ef eitthvað klikkar að gefast það ekki upp og halda áfram. Þetta er búið að vera mjög gaman og ég er búin að læra margt. Og hvernig fannst þér að koma inn í þetta umhverfi sem að fylgir upptökunum? Þetta er bara mjög fínt og þetta er Helgi er búin að undirbúa okkur vel og svona útskýra margt. Og hvað hefur komið mest á óvart við þetta ferli? Hvað þetta er í rauninni ótrúlega auðvelt þegar maður er búin að læra á þetta.
Fyrstu 7 eru allt trommusettið. Svo næsti er bassinn hérna, bassamagnarinn. Svo erum við með gítar, 2 á píanóið og svo söngur og annar söngur. Þannig að við erum með 13 míkrofóna hérna. Það er mjög mikil gróska og mér hlakka mikið til að sjá tónlistamenn framtíðarinnar allavega hérna fyrir austan. Hvað er svona búið að vera stærsta áskorun við að kenna þeim? Þolinmæði. Það er eiginlega stærsta áskorun allavega fyrir mig. Eða að ég er mjög þolinmóður sko. En það líka maður þarf að vera það þegar maður er tölvufræðingur allavega en þetta upp á að eiga við svona orkumikla krakka að þá er það sem sagt svona mesta þolinmæðin sem maður alveg og mjög gaman eins og maður segir.